Komið í sæl, við höldum áfram að ræða við stjórnmálafólk frá hinum ýmsu flokkum málefni öryrkja, hvað hefur áunnist og hvað er framundan og við höfum fengið hér góða gesti. Að vísu erum við ekki með neitt úr stjórnarflokkunum en þau geta þá bara talað enn frjálslegar. Þetta eru Inga Sæland frá Flokki Fólksins og Björn Leví frá Pírötum. Verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir. Við langar að byrja á þér, Björn Leví. Hvernig hefur til tekist í þessum málaflokki að þínu viti á þessu kjörtímabili sem er að klárast? Bara sama og ekki neitt. Sama og ekki neitt? Nei, það átti að fara í kerfisbreytingar sem að tókust ekki. Það var svona 4 milljónir sem danglað fyrir framann fólki í þessum málaflokki sem svona einhvers konar gulrót fyrir kerfisbreytingum. Svo þegar það náðist ekkert enga niðurstöður í það hvernig það var hægt að gera það á neitt gálegan hátt fyrir nema að mati stjórnarinnar, þá voru þeir settir í að minnka krónuskerðinguna sem var svo sem ágætt út að vera sig en fór ekki langt. Það var svona krónumti 2/3 af krónu skerðing og svo fór ákvæmgurinn í þessar eingreiðslur sem að komu svona runni út af koronaveirunni og svoleiðis. Þannig að afraksturinn í kerfisbreytingum sem allir hafa sagt að séu nauðsynleg af því að kerfið er gjörsamlega óskiljanlegt, tróðfullt af skerðingum og fátækragildrum, leyfir fólk ekki að hreyfa legni í lið til þess að reyna að koma sér eitthvað til bjargar og virkni, að ekkert gerðist. Inga, hvað segir þú? Hvernig tókst til á þessu kjörtímabili í þessum málaflokki? Ég get nú tekið undir að mörgu leyti hjá Bjarni Leví en ég vil nú gjarna segja það að þó svo að skrefin séu lítil, kerfisbreytingarnar náttúrulega alveg í rusli eins og maður veit og enginn veit hvort hann er að komið að fara í sambandi við þetta almannatryggingakerfi og ekki einu sinni þeir sem eiga að vera að sýsla með það, sem er nú jável ennþá dabrara. En Flokkur Fólksins náði alveg ótrúlegum árangri og ég er bara rosalega svekkt yfir að félagi minn hérna skuli ekki hafa mynd á það að við fengum til dæmis í gegn 2017 þá var það samþykkt að hætta að skerða og skattleggja styrki til lyfja og tækja kaupa og þar á meðal bensínstyrki og fleira, þannig að eins og áður hefði verið, þá kannski fekk einstaklingur styrk vegna þess að hann var svo fátækur, hann hafði ekki efni á að kaupa sér hjálpatæki sitt, þá fekk hann styrk til þess, þá var byrjað á að skattleggja styrkin, síðan var að skertu krónu móti krónu og svo var bara allar þessar keðjuverkandi skerðingar sem leiddu út í húsaleiguna og leiddu bara út í allt og viðkomandi satt eftir með mínus og bjarnagreiðin var algjör. En núna eru 6.000 öryrkjar sem að njóta góðs af þessu máli sem að fór þó þverpólitískt í gegnum þingið og vegna þess að Flokkur Fólksins tók málið í fangið og kom því í gegn. Núna rétt fyrir þinglok þá náðist sá frábæri árangur að við erum komið löggildinguna á það að allir sem að eiga rétt á leiðsöguhundum þeir fá þá skilyrðislaust án þess að þurfa að bíða eftir þeim. Þannig að og einnig þó það sé nú önnur saga og tilheyri hinum hópnum sem er undir í almannatryggingakerfinu sem er eldra fólk að þá er það skylda næstu ríkisstjórnar að taka málefni þeirra í fangi hvað lítur að hagsmunafulltrúa fyrir þá einstaklinga. Þannig að nei, þetta er búið að vera dapurt að horfa upp á það að koma með hvert máli á fætur öðru. Flokkur Fólksins er búin að mæla fyrir sennilega hátt í 40 þingmannamálum og þingsályktunum á þessu ári. Þar á meðal 350 skona lágmarks framfærslu skatta og skerðingarlaust og ég man ykkur bara til að skoða hvernig þeir eiga eftir að syngja núna í kosningabaráttunni og allir ætla að lofa því, þeir nákvæmlega sömu sem tóku þetta frumvarp og hentu því fyrir hundana eins og flest annars sem maður er að koma með og er til góðs fyrir þá sem að virkilega þurfa á hjálp okkar að halda og svo þessi sýndarmennska með og groppið að vera komið með krónu á móti krónuskerðinguna í krónu á móti 65 aurum. Þetta nýtist náttúrulega þeim sem að mögulega geta farið út á vinnumarkað, ekki hinnum og svo þeir sem að mögulega geta farið út á vinnumarkað, þeir eru nákvæmlega settir heim til sín í gildruna og sagt, heyrðu skammastu þín. Við ætlum ekki að gefa þeir tækifæri til þess að hjálpa þér sjálfur. Því þá sannarlega verður skertur allan hringin og situr eftir með mínus. Tökum aðeins hérna að því að ykkur eru báðum mikið rætt þetta almannatryggingakerfi. Þið eruð forritunarfólk, Píratar. Dálítið. Ef við líkjum þessu kerfi við forrit og þú væri beðin að skoða það,
hvað myndir þú gera við þetta forrit eða leggja til að yrði gert við það? Henda í ruslið og byrja upp á nýtt. Já, Það sammála er því. ekki flóknar að það í rauninni. Það er í svo mörgum einingum núna sem að eru í rangri röð, hafa neikvæð áhrif á hvort annað á ófyrirsjáanlegan hátt. Þannig að ég sé ekki að það sé í rauninni hægt að endurnýta neinn hluta þess kerfis af því að það skilur enginn í rauninni hvernig þessi samverkandi áhrif eiga að virka. Er þetta mikil vinna að endur hana svona kerfi? Rosalega mikil vinna því að Nei, ég meina, að búa til endurhanna. nýtt, meina ég. Það er miklu minni og sko hugmyndafræði Pírata gagnvart því er einmitt að byrja frekar á kerfi sem er ekki hugsað sem skerðingakerfi heldur er hugsað sem einmitt styrtarkerfi, skerðingalaust kerfi eins og borgarlaunin eru eða eitthvað þýmlíkt. Þá þarf ekki að fara í flókna útreikninga sem að óvart pillast af kannski auka upphæðir héðan og þaðan í kerfinu frá þér heldur ertu og verð með fyrirsjáanlega framfærslu og miklu skýrari hátt að það er erfiðar að vinna með mínusuna því að þeir safnast upp á svo mörgum stöðum en ef þú ert að vinna með plúsun og réttindin þá er það miklu skýrari uppsetning á kerfi. En af hverju Inga erum við að bjóða okkar veikburðasta fólki upp á að lifa eftir einhverju svona kerfi sem við vitum alltaf enginn skilur? Það er náttúrulega bara af því að við Björn Leví erum ekki að ráða þessu. Það er nú bara ekki flóknar það. Ég meina við værum ekkert að lifa eftir þessu kerfi ef að til dæmis við fengjum að koma að því að breyta því. Það er nokkuð ljóst. Við sjáum það alveg sama hvert litið. Að skuli til dæmis, við erum til dæmis flokku fólksins búin að mæla fyrir frumvarpi sem að afnemur alla skatta og skerðingar í svona 2-3 ár af öryrkjum og þar sem við viljum gefa þeim tækifæri á að reyna að bjarga sér sjálf, náðum út á vinnumarkaðinn. Við vitum að stór hluti af fjölgun öryrkja felst í andlegum erfileikum. Fólk er líkamlega heilbrigt og hraust og gæti kannski farið að vinna og hluta degi og annað slíkt. Ef það reynir það, þá er því refsa, það dettur út af kerfinu, það þarf að byrja að ferlið allt upp á nýtt. Það er í rauninni með ólíkindum hverslega svakalegar hömlur og höft eru sett utan fólk og því er hreinlega meinað á sama tíma og fjármálaráðherra hrópar að hér sé ómikil fjölgun á öryrkjum og þetta sé bara öryrkjubyrði og þetta kosti okkur samfélagið allt og mikið og allt á sama tíma. Þá geta þær ekki stíð út fyrir bóksið og hætt að refsa fólki fyrir að reyna að bjarga sér sjálft. Við höfum að taka utan fólki, við höfum að gera allt þess að reyna að bjarga sér sjálft. Og Svíar gerðu nákvæmlega þetta og skipti engum tógum að þriðjungurinn af þeim sem reyndu fyrir sér í þessu kerfi, skatta og skerðingalausa kerfi út á vinnumarkaði af öryrkjum þar í landi, þriðjungurinn skilaði sér ekkert inn á kerfið aftur. Það þarf rosalega mikið til þess að geta dregið sér út þegar fólk er komið algjörlega, sko maður missir svo mikið félagslegt öryggi og maður einangrast í sjálfum sér og allt þetta þegar maður dettur út af vinnumarkaði og þegar maður dettur út úr samfélagslegu, félagslegu aðstæðanum okkar. Við þurfum að gera eitthvað til að ná fólkinu út. Þessu er öllu hafnað, þessu er öllu hendi í ruslar, ekki einu sinni skoðað þó að liggi gögn fyrir, þó að séum með skýrslur og göggbæði frá Svíþjóð og Hollandi sem sýna og sanna að þetta er að virka hjá öðrum þjóðum. Eins og Inga bendur á, þá er einmitt kvartar eins og fjármálaráðherra yfir fjölgun öryrkja en eins og nýgengi örorku hérna á Hérlandi er svipað og í Noregi en úrvinnslan, endurhæfingin og allt svoleiðis virðist vera að ganga miklu betur þar þannig að fólk festist ekki inn í kerfinu þar eins mikið það gerir hér. Hversu skelfilegt fjárhagslega væri það ef við feldum niður skerðingar, punktu basta? Og ef við værum að miða við allavega lágmarkslaun. Já, heldum einhverjum tekjutengingum. Já, ekki endilega, bara þessari grunnframfærslu í rauninni, það að þú getur haft ofan í þjó á mannsæmandi hátt og í rauninni auka til eins og það er alltaf verið að gefa fjármagnseigendum fyrirtækjum og þau verða nú að hafa smá aflögu sko eins og þegar Íslandspóstur er hérna sendur út að þeir voru nú að hafa fyrir kostnaði og smá auka. Að þá ættu að sjálfsögðu að geta að minnstakosti nálgast svona þá sem er að fá svona lægstu trygginguna á sama hátt. En sko, þetta er í fyrsta lagi góð hagfræði því að fólk á lægstu framfærslunni þegar það fær viðbót, það fer nokkurn veginn allt út í hagkerfið aftur. Það fer í hringrásina og það er ekki að kosta í rauninni heildina á litið það mikið, samókin eitt í rauninni til lengri tíma. Mást því hvað Bjarni segir, 168 milljarðar takk fyrir. Á rosalega þröngsýnum og engar breytur á bakvið. Á rosalega þröngsýnum hátt er það rétt hjá hann, en það er einmitt vandamálið, það er verið að horfa á þetta með alltaf miklu þröngsýni.
Og þröngsýnin þannig að þegar að almannatryggingakerfið var endurstillt hérna 1997, þá var það miðað einmitt við alveg svona lágmarkslaun og svo framvegis. En síðan þá, samkvæmt lögunum, eiga bætur almannatrygginga að fylgja launaþróun eða kaupmætti. Þeirri tölu sem hærri meira að segja. Þannig að minnstakosti... En það ekki að gerast. Það ekki að gerast og munurinn síðan þá hefur verið 60%. Það þyrfti að hækka þennan lífeyri 60% til þess að ná launaþróun á þessum tíma. Og þá erum við komin í nákvæmlega þessar tölu sem við erum alltaf að tala 350 skall eða eitthvað því. Já, við erum það. Þetta ekki flóknara en það. Ef við værum að fara eftir lögum, þá væri ekkit rifrildi í gangi þetta, væri þetta tölunar það sem við erum að vilja að minnstakosti sjá þær nú þegar. Og þetta bara svona kerfis ákvörðun að álykta sem svo að lögin þau segja þetta en við ætlum að túlka þau bara einhvern veginn að þessu. En af hverju getur Tryggingastofnun leyft sér það að fara þá ekki að lög? Þetta ekki Tryggingastofnun, þetta fjármálaráðuneytið. Já, þetta fjármálaráðuneytið. Já, þess þá heldur. Þeir eru bara búin að gera lengi, við erum nú búin að vera að ræða við lögmenn og allt og ætlum að fara í mál, við fórum nú í málflokku fólksins fyrir hönd aldrara vegna mistaka sem urðu í löggjöfin á sínu tíma. 5 milljarðar. Já, og tæpir á 700 milljarð með vöxtum. Einmitt. Þannig að svo kemur ein silkihúan frá Sjálfstæðisflokknum og hrópar í mokkanum í morgun og segir já, þau voru nú aðalega bara þarna flokku fólksins að láta ríka eldri borgara fá þessa peninga. Ég segi bara, bursið frá því hvort þú ert ríkur að fátækur, þá réttlætanlegt að löggjafinn sé að brjóta lög á þér. Ég meina, ekki nei, sko, það sem að máli snýst aðalega það hvernig við komum fram við fólki, hvernig við meinum þeim að bjarga sér sjálf. Máli snýst 109.000 króna sko frítekjumark svo kallað, sem búið að hanga þarna inni síðan 2009. Það var aldrei hróprast 1 krónu og aldrei, það ætti að vera núna 210 til 20.000 krónur þetta frítekjumark án þess að það fara að skerða almannatryggingarnar einar. 350.000 krónur eru skatt- og skerðingarlausar, þetta á pari við laun á 500.000. Þegar við erum að tala 350.000 krónur skatt- og skerðingarlaust, sko, við erum að tala það í rauninni lágmarksviðmið til þess að geta nokkurn veginn skrimmt hér án íburðar, bara vera með fæði, klæði og húsnæði mögulega, leigu húsnæði hér til dæmis á þessu höfuðborgarsvæði. Við vitum hverslags ævintýralegar, óeðlilegar tölur liggja baki mánaðarleigu hér, 200 til 300.000 krónur, 200.000 kall fyrir einhverja kjallaraholu eða 2 herbergja íbúð. Þetta er orðið þannig að það getur enginn sem í þessum neðstu tekjutíundum nokkuð tíma lifað af þessari framfærslu, það er ekki hægt. Og það munar 100.000 kall á einmitt örorkubótunum, á þeim launum sem almannatryggingar eru að greiða þeim lægst launuðu versus lægstu verkamannalaun. Vissir að þessi breyting átti að fara í gegnum þingi í þögn? Nei. Hvaða breyting? Þessi lagfæring sem að kostaði 5 til 7 milljarða. Jú, auðvitað veit ég átt að fara fram í þögn því þetta er búið að vera þakkað. Hafið þið mikið talað það að flokkur fólksins hafi gjössalega unnið þetta brjálæðislega flotta mál fyrir hönd aldrara? Eldri borgarar fengu leiðréttinguna inn á bókinu, það stóð bara leiðrétting. Það var ekkert verið að segja þetta væri uppgjör vegna unnið dómsmáls eða neitt, það veit enginn hvað þetta er. Ég gleymdi að skrifa nefnilega hversu mikið þetta frumvarp kostaði og þegar maður í svona fjárlaganefnd var alltaf að skoða hver er svona matið á kostnaði þessa frumvarps, og eins og það leit út fyrir mér að þá leit þetta út eins og væri verið að veita fólki afturvirk réttindi sem að er bara í fínu lagi. Það má veita fólki afturvirk réttindi, það má ekki taka af fólki ekki skerðingar. Þannig að ef það var að vera að veita afturvirk réttindi, þá náttúrulega bara spurði ég hvað er það að kosta, og svarið var nei, það er ekki að kosta, við erum að spara. Fyrir fjárlaganefnd? Nei, ég spurði þið bara í þingsal. Spurði formann fjármann velferðarnefnd þá. Hún svaraði því náttúrulega bara heiðarlega og þá komist við að því að það var verið að skerða afturvirkt réttindi fólks. Og það er grafalvarlegt að 69. grein almannatryggingalagana er brotin eins og Björn Leví nefnir, og við erum margbúin að söngla með frumvarpinni flokku fólksins þar sem við erum hreinlega að tryggja við það. Varst ekki með mér á þessu frumvarpi? Örgulega. Ég vona það þín vegna. Nei, en sko
þar erum við í rauninni að taka af allan vafa það yrði aldrei í valdi fjármálaráðherra eða ráðuneytis hverju sinni að vera með geðþótta því hvort heldur að ætti að leiðrétta vísitölu tenginguna, það bara einu sinni á ári sem að almannatryggingaþegar fá þessa lögbundnu leiðréttingu og þetta engin launahækkun eins og alltaf að segja þið fengu nú hækkun upp á 3,6% segja þær. Þetta rangt, og verðbólgan var komin í 4,3 þannig að það strax bara þess vegna þetta þessi vöxtur og þessi kjaragliðnun hún bara vex vegna þess að brjóta grundvallar regluna sem 69. grein almannatrygginga sem segir þá að fylgja launaþróun, almennri launaþróun í landinu og eins að stendur í öðrum málslið þó aldrei skal hækka þetta minna heldurinn sem nemur neysluvísitölu. Þannig að ef að neysluvísitalan hærri, það á að fylgja henni. En þannig að sko þetta með aðra breytingar til þess að laga þetta, til þess að gera það skýrara. Eins gott og varst með mér á þessu. Já, hann skrifaði grein um það sko. Sama hátt og sem sagt, og lögum þingmanna eru reiknuð. Núna búið að setja það í sem sagt bara Hagstofuna að reikna hver hefur verið almenn launaþróun opinberra starfsmanna. Laun þingmanna og ráðherra bara hækka það hækka 6,1% núna á þessu ári núna í bara þau lækkum bara síðustu áramót almannatryggingakerfi á nákvæmlega fyrir ég að segja það og sem sagt, breytingin hjá mér var að nota bara sömu grein og eru notið í útreikningu fyrir laun þingmanna og setja það bara í almannatryggingar líka það fekk ekki brautagengi að sjálfsögðu ekki en mér langar að nálgast þetta á aðeins annan hátt ég upplifi að það séu endi staðar fordómar í garð öryrkja. Ég held að mikið af þessu fólki búi við talsverða skömm. Mér finnst kerfið að vissu leyti ala á þessu. Það alltaf eins og það sé skoðað út frá einhverjum rannsóknum. Það sé verið að fylgja svo grannt með að engin svindli. Kerfið eiga ekki að vera svona. Veistu hvað Guðmundur Ingi, minn góði þingflokksformaður sagði þegar hann var einmitt spurður að þessu í Silfurþætti hérna á dögunum Páll Magnússon sá ágæti sjálfstæðis þingmaður var á mótunum og þá var einmitt verið að tala um þetta nákvæmlega með þá sem væri að svindla á kerfinu sagði Guðmundur Ingi rétt sér svona að þeir sem eru það illa staddir að þeir eru að reyna að svindla sér inn á þetta kerfi sem enginn getur lifað á þeir eiga bara einfallega þeir bátt að þeir eiga hvergi annar staðar heima það nú bara ekki flóknara en það því það getur enginn lifað á þessu kerfi á sama tíma þá erum við að reyna að fá fram rannsókn og fjárfestingarlegi Seðlabankans þegar svona ríkasta prósentið er að svindla sér hingað og þangað ætti að sjá hversu mikið fór allt upp til að handa á fóta í þinginu þegar við vorum að leggja áherslu á það mál klárað fyrir eitt þingið það sko allt annað en það og það endaði því að við fengum meira sem sagt afglapaða einhvern í atkvæðagreiðslu í staðinn fyrir að leggja áherslu á fjárfestingarlegina sem okkur varst alveg virkilega áhugaverð. En þú heyrið það bara og þið heyrið það bara sjálfir hversu mikil áhersla lögð á það af þessum stjórnvöldum. Þeir vilja frekast passa það að við sem með græna orku, græna skatta, grænt og allt vænt sem vel grænt, skipta og fara yfir í orkuskipti. Það vita það allir að engin öryrki eða eldri einstaklingur á lægstu framfærslu mun okkur tíma hafa efni á því á næstu árum að kaupa sér til dæmis rafbíl. Þannig að orkuskipti eru út fyrir þetta fólk þannig að þeir keyra á einhverju gamalli druslu á 100.000 krónur sem spýtir svoleiðis menguna og laus á öllum ventlum og glamrandi og með bláum reyk það það sem að þessum hóp boðið upp á það eru fordómar gagnvart honum ekki síður en gagnvart fíklum þetta bara nákvæmlega við Guðmundur Ingi erum öryrkjar á þingi bæði tvö þannig að 100% þingmannaflokks fólksins vitum nákvæmlega í hvaða sporum fólk stendur sem þarf að glíma við þetta kerfi og lifa á þessari framfærslu. Þannig að við vitum það frá A til Ö og allt sem við höfum verið að gera inn í þingi snýr eingöngu út á það og til þess varð flokku fólksins til í upphafi. Þegar við heyrum þessi 9,1% barna sem líða hér skort, vitandi það stór hluti þeirra eru einmitt börn, öryrkja og fatlara foreldra. Þannig að það þessi ríkisstjórn, ef þið vildu gera eitthvað fyrir þetta fólk, þá myndu þeir fyrir það fyrsta opna augun fyrir vaxandi fátækt, fyrir lengdum röðum fyrir utan hjálpastofnanir sem að biðja mat, eins og til dæmis Fjölskylduhjálp Íslands. Þau hafa aldrei lent í öðru eins. Þau voru fann að útluta mat á tímabili 4 sinnum í viku. Það var ágættur maður þarna, KS, þarna á Skagafirði sem gaf þeim alveg ótrúlega margar máltíðir
og hérna sem að hjálpaði þúsundum einstaklinga en sko það virðist vera bara, ég veit ekki hvað þetta er, það vilja frekar borga milljarða í græna skatta og eitthvað grænt, allt er vænt sem verið grænt, vitandi það að við skorum 0 í heildarsamhenginu. Það eina sem við gerum með því að sýna þetta og leggja allt þetta fjármagn í allt þetta græna, það er einfaldlega að sýna, sjáu þið tindinn, þarna erum við og við erum að sýna gott fordæmi og við erum algjörlega frábær. En við meira segja kaupum og seljum frá okkur grænu orkun okkar og sýnumst núna að vera að brenna hér kjarnorku og kolum og ja, vísu er hérna vinstri grænir að brenna hérna 66.000 tonnum af kolum á bakka á hverju ári. Ég er að segja sko þetta er eitt útlökur ekki annað í þessu hörmung, þetta er hörmungakerfi. Förum að sjana löggilding sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Alþingi lofaði þessu fyrir 13. desember 2020. Gerðist ekki. Af hverju ekki? Bara því að Alþingi sveik það. Meiri hlutin bara sveita, þetta er bara klassíst. Þykjast vera góður rétt fyrir jólin og allir segja já. En svo þá er ekki löggildingi sjálf akkurat í atkvæðagreiðslunni. Heldur bara vilja yfirlýsingin það við viljum löggilda. Og hvenær á þá að gera það? Eftir önnu 10 ár, eftir önnu 20 ár. Og af hverju, mér finnst stóra spurningi hér, af hverju vilja þær ekki löggilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks? Getur þú svarað henni, Björn? Bara klassískt þingvesen sko, það sem að aldrei er að koma neinu í verk einhvern veginn, það þarf alltaf að bíða aðeins lengur, prófa að keyra málið í gegnum ég hjálpaði núna aftur hérna. Það vegna þess að kostar mikla peninga, ég er að hjálpaði núna það veitir fötluðu fólki svo mikil réttindi. Eins og ég sagði þá í heildarsamhenginu þá kostar það ekki að veita fólki lágmarksréttindi því að fólk sem er á þessum kaupum og kjörum að það er ekki það er að eyða öllu sínu í rauninni bara að hafa ofan í sig og það fyrir allt í þetta hringkerfi hagkerfisins sem að er ekki kostnaður þegar allt kemur til alls. Það er auka hagvöxtur eða þú vilt tala það þannig sko, en þetta er flóknara það og við þurfum að horfa á fleira heldur en bara hagvöxtin. Það er lífsgæðin hjá fólki sem að skipta líka máli þegar við erum að taka ákvarðanir inn á þingi og það eru þau sem að skipta miklu meira máli heldur en hagvöxtinu þegar allt kemur til alls. Ég er ekki alveg sammála, ég verða að fá að segja pínlítið í sambandi. Ég get ekki verið alveg sammála þessu. Að hluta til er það rétt, en Björn Leví gleymir því að það er stór hluta fötluðu fólki sem er gjörsamlega bundið heima hjá sér og getur ekki tekið þátt í samfélaginu því það kemst ekki í samfélaginu. Ég sem lögblindur einstaklingur hef margsinnis þurft að reka mig á það, hvort sem það er inn í bankanum þar sem eru númeraskilti eða hvað sem er og eiga verið einhverja risastórar tölur, en af því ég er líka litblind og það er að setja rauðir stafir á svartan grunn, þá sé ég aldrei neitt nema svart. Það tók mig, ég veit ekki hvað, það tók mig allt kjörtímabilið að fá ljósin í borðinu, en reynda sé ég ekki á það ennþá, þannig að það skiptir ekki máli í ræðupúltinu og alþingi. En ég er að segja sko, staðreyndin er svo að það mun kosta að koma með aðgengi, það mun kosta með allar þessar opinberu byggingar að koma aðgengi fyrir fötluðu fólk, fyrir fatlað fólk. Það kostar mikla peninga og þeir ætla ekki að fara í henni kost. Í heildarsamhenginu þá er það ekki kostnaður sem að við töpum á. Nei, auðvitað myndum við aldrei tapa á því, en þeir vil ekki leggja í hann, þeir ætla ekki að gera þetta. Lokafasi, reynið að þjappa þessu svolítið saman þannig við skiljum það. Kosningalofvörð, akkur á okkar hópur kjósa flokk fólksins. Ég heldur reyndar þú sett búin að svara því, en það væri bara gaman að heyra það svona hnitmiðað. Já, því bara þau eiga flokk fólksins, okkar hópur á flokk fólksins, á þingmennina í flokki fólksins og við erum búin að sýna það alveg síðan að við komum þarna inn í desember 2017 fyrir hverja við erum að vinna. Þannig að hérna, ég held að það hefði ekki farið fram hjá neinum. Við erum öryrkjarnir á þingi og við erum þannig til að við erum komið til að sjá og sigra digra fyrir okkar fólk. Björn Leví. Píratar eru réttindameðaður flokkur, alveg frá A-til og efla og vernda borgarréttindi allra og þarna erum við að tala um þann grundvöll að geta haft ofan í sig og á þegar að ekkert annað er í boði. Það er rosalega sterk taug hjá okkur einmitt að það falli enginn á milli í kerfinu. Og við sjáum þetta almannatryggingakerfi eins og það er núna, eins gallað og það er, og við sjáum líka að við höfum þekkinguna bara úr okkar svona kerfis bakgrunni að
hvernig best að endurhanna svona kerfi, af því að það þarf að vinna þá vinnu og það engin betri í þeirri vinnu, í vinnu sem að varðar réttindi, sem varðar lýðræðisleg vinnubrögð, að koma því á stað og klára. Ég held við séum góð. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma. Gangi ykkur vel í kosningabaráttunni sem framundan og ég segi bara bless í bili. Kæra þakki segi ég og bara þetta eitt lítill punktur. Ekkert okkar án okkar. Þökkum ykkur fyrir komuna. Við verðum hér aftur fljótlega á ferðinni með fleiri fulltrúa frá fleiri flokkum. En takk núna.